Nú ætlum við að halda áfram að skoða sviga þegar við erum að reikna. Þið munið að við tökum alltaf svigan fyrst og við notum stundum sviga til þess að sýna hvað við ætlum að reikna fyrst. Hérna sjáum við dæmi þar sem hún Setta ætlar að kaupa jólagjafir handa barnabörnunum sínum. Hún ætlar að kaupa legokassa sem kostar 2000 kall og bók sem kostar 3000 kall handa hverju barnabarni, sem sagt einn kassa og eina bók handa hverju. Hvað getur hún keypt margar gjafir fyrir 30.000? Hún kaupir fyrir 2000 pluss 3000 handa hverju barni og við ætlum að athuga hvað dugar þetta fyrir marga ef við miðum við 30.000. Og þá myndum við segja 30.000 deilt með hvað hún notar fyrir hvert og eitt barn. Ef við ætlum að setja upp í eitt dæmi, þá setjum við kostnaðinn fyrir hvert barn inn í sviga og svo 30.000 deilt með fyrir framan. Svo þegar við reiknum þetta, þá fáum við 5.000 hérna deilt með 30.000 fyrir framan. Og hvernig reiknum við svona deilingadæmi? Jú, við tökum burt 0, 0 á móti 0, 0 á móti 0. Þá er þetta 30 deilt með 5. Þetta dugar handa 6 barnabörnum. Svo er það hann í okkum sem ætlar að nota borða til að skreyta jólapakka. Hann er með rúllu sem uppálega 50 metra, það er búið að nota 14 metra og hann þarf 3 metra í hvern pakka. Hvað dugar rúllan í marga pakka? Hérna þá er hann upphaflega með 50 metra en það er búið að nota 14. Þá þurfum við að draga það frá því það er búið að nota það. En svo ætlum við að sjá hvað við fáum oft 3 metra af restinni. Það er þá deilt með 3. En við verðum að setja sviga því annars myndum við gera deilinguna fyrst. Svona fáum við 36 deilt með 3. 36 deilt með 3 er 12. Þannig að þetta dugar í 12 pakka. Ég ætla aðeins að sýna ykkur hérna, bara nýta þess plási hérna. Ef við værum að reikna dæmi eins og til dæmis 12 deilt með 3 pluss 1. Þetta á að vera deilt með og það á að vera svíi hér. Eða 1500 deilt með sviganum 149 pluss 151. Reiknum eitt dæmi í einu. Fyrra dæmið, þá reiknum við fyrst svigan, fáum út 4, setjum deilingamerki og það sem er fyrir framann, þá er þetta bara 12 deilt með 4, sem er 3. Ef ég hefði ekki gert svigan á undan, þá hefði þetta verið 12 deilt með 3 fyrst, því ég á að gera deilingun á undan. Þá hefði fengið 4 pluss 1 og það er 5. Það er allt annað. Hérna, það sem er inn í sviganum, 300, skrifa restin af dæminu, tek 0 út, 2 0 á móti 2 0, þá er þetta bara 15 deilt með 3, sem er 5. Þá er þetta komið hjá okkur.